Þegar búslóð flutt til Íslands það mörgu að huga. Fyrsta skrefið í undirbúningi að leita eftir tilboði og það mögulegt á heimasíðu Samskipa. Í tilboðsbeiðninni þarf að fylla út hvaðan og hvert verið að flytja ásamt póstnúmeri. Þessar upplýsingar skipta máli í framhaldinu og nauðsynlegt að hafa þann aðila sem verður skráður fyrir flutningum skráðan í tilboðsbeiðni. Í tilboðsbeiðni þarf að skrá tegund flutnings. Tvennt í boði, annars vegar lausavörusending og hins vegar gámasending. Þegar að ræða lausavörusendingu búslóðinni pakkað á bretti og raðað í gám. Vörubretti 1,2 metrar á lengd og 0,8 metrar á breidd. Leyfilegt að stapla á brettin í alltaf 2 metra hæð. Verðin reiknuð út frá rúmmóli búslóðar, ekki fjölda bretta. Til að fá hugmyndum umfang búslóðar getur verið gott að styðjast við reiknivélina, en hana má finna á heimasíðu Samskipa. Ef búslóðin stærri en 16 rúmmetrar, þá borgar sig að taka gám. Samskip bjóð upp á 2 stærðir á gámum, 20 feta sem taka 26 rúmmetra og 40 feta sem taka 52 rúmmetra. Í tilboðsbeiðninni undir nánari lýsingu hægt að setja inn ítarlegri upplýsingar, til dæmis hvernig þjónustu verið að leita eftir. Til dæmis óskað eftir flutningi til hafnar eða heimsendingu heima dyrum. Einnig til að bera saman mögulegt að óska eftir tilboði í fleiri en einn möguleika. Innan 2 daga frá því að tilboðsbeiðni berst Samskipum sendt tilboð með SCS-númeri þar sem verðið kemur fram miðað við áætlað umfangssendingar, en athugið að það getur tekið lengri tíma að fá verð fyrir staði sem utan Evrópu. Ef viðskiptavinur hyggst taka tilboðinu fer hann í samþykkja tilboð á heimasíðu Samskipa, slær inn SCS tilboðsnúmer og velur að samþykkja. Eftir samþykkt tilboðs senda þjónusturáðgjafa Samskipa upplýsingar næstu skref. Þar koma meðal annars fram upplýsingar heimilisfang Samskipa í erlendri höfn, flutningsfyrirmæli ásamt ýmsum öðrum gögnum sem þurfa að vera til staðar, svo hægt verði að tollafgreiða búslóðina á Íslandi. Undantekningarlaust skylda að fylla rétt út innihaldslista og því ráðlegt að hafa hann við höndina þegar verið að pakka. Eftir að tilboðið hefur verið samþykkt, hefur viðskiptavinur samband við skrifstofu Samskipa erlendis og skipuleggur flutninginn í samráði við starfsfólki þar. Lausavörusending sem sótt að heimili erlendis þarf að vera tilbúin á brettum fyrir utan heimili á þeim tíma sem ákveðin hefur verið í samráði við starfsfólk Samskipa erlendis. Heilgáma búslóðir nánast undantekningarlaust sóttar að heimili erlendis. Gámur kemur oftast á grind og hafa viðskiptavinir 1 til 2 klukkustundir til að lesta gáminn. Upplýsingar skrifstofu Samskipa erlendis má finna í flutningsfyrirmælum. Samskip gera þá kröfu að allar búslóðir séu tryggðar og bjóða upp á tryggingar í gegnum sjóvá. Samskip hvetja viðskiptavini sína til að nýta sér þá þjónustu. Þegar óskað eftir aðstoð Samskipa við tryggingar þarf að merkja við í innihaldslista hvort óskað sé eftir tryggingum eða hvort viðskiptavinur ætli að annast þær sjálfur. Athugið að sumar heimilistryggingar taka einnig til farmtrygginga. Viðskiptavinum því bent á að hafa samband við tryggingafélagið sitt og fá upplýsingar það hvort farmtryggingin sé hluti af heimilistryggingu. Þegar sending kemur til Íslands fær viðskiptavinur senda komutilkynningu og getur þá hafið undirbúning fyrir tollafgreiðslu. Við tollafgreiðslu þarf að liggja fyrir komutilkynning, bókunar og innihaldslisti og búslóðaryfirlýsing, en þessum gögnum þarf að koma til Jónar Transport. Áætlaður tími sem tekur að losa skipið 2 til 3 sólarhringar og því sendingar aldrei tilbúna til afhendinga á sama degi og skipið kemur til hafnar í Reykjavík. Geymslugjöld, samkvæmt gjaldskrá Samskipa, falla til eftir 7 daga frá komu skips. Innifalið í tilboði búslóðaviðskipta því 7 virkir dagar í geymslu sem ætlaðir til tollafgreiðslu og afgreiðslu á búslóð. Skráður móttakandi þarf að vera hinn sami og sá sem tollafgreiðir búslóðina og mikilvægt að hafa það rétt í byrjun, þar sem innheimt breytingagjald ef breyta þarf nafni á sendingu. Ef móttakandi hefur verið skráður út úr landinu, þarf hann að skrá sig aftur inn í landið hjá þjóðskrá sem með aðsetur í Borgartúni 21. Best að viðskiptavinur hafi lokið þessu áður en skipið kemur til hafnar, þar sem skráningin getur tekið nokkra daga. Það geta verið ýmis fleiri gögn sem viðskiptavinur þarf að framvísa til að geta tollafgreitt búslóð sína inn í landið. Bent á að Jónar Transport í Kjalarvogi 7-15 sjá tollafgreiðslu búslóða fyrir viðskiptavini og öllum spurningum hvað það varðar beint til þeirra. Þegar tollheimild hefur verið veitt Samskipum heimilt að afgreiða sendingu til viðskiptavina.
Viðskiptavinur hefur þá samband við þjónustudeild Samskipa, gengur frá greiðslu og getur óskað eftir akstri sem þá framkvæmdur samkvæmt gildandi þjónustustöðlum og gjaldskrá Samskipa hverju sinni. Lausavörusendingar sem eru sóttar á hafnarsvæði Samskipa í Kjalarvog 7-15 hægt að nálgast við hurð 35 í vöruhúsið Samskipa. Heilgámum í flestum tilfellum ekið að heimili viðskiptavinar og þá á ábyrgð eigenda búslóðarinnar að sjá til þess að nægilegt pláss sé við heimili fyrir gáminn. Eftir að gámur hefur verið tæmdur haft samband við þjónusturáðgjafa í þjónustudeild og óskað eftir að gámurinn verði sóttur. Samskip, saman náum við árangri.